daginn og FM 9 fyrir blöður hafið göngu sína þennan, föstu daginn og eins og þið heyrið þá ekki Mötley Crüe undir hjá mér því það ekki tveir harðir í dag, Egill í fríi en það þarf ekki að örvænta því að hingað er komin algjör snillingur einn af mínum uppáhaldsleikurum, hann heitir Dóri Gylfa, Halldór Gylfason, verður velkominn Dóri. Takk að þið fyrir öllu og takk fyrir að bjóða mér að koma hingað til. Já, takk fyrir að koma. Mér finnst það bara alveg... Þú voru að taka mækinn þetta nær þér? Já, mér finnst það alveg... rosalega gaman maður. Já, þetta verður stemmingi okkur í dag, ég get alveg lofaði því. Og... erum við hérna, ég veit að sé þetta í sjónvarpinu líka, er kamera á okkur? Nei, það er hægt núna. Þannig að þá hefur ég nefnilega sett með húi, sko, því að... Þú getur verið bara alveg svo vel, þú ert ekki að neinar áhyggjur af hári nýja fötum, sko, ekki það, þú ert í fínu fötum. Já, þakka fyrir, sömulegis. Já, þakka þér. Þú ert alltaf mikið svona þröngum bólum, altså. Já, ég er svona t-shirt gaur, sko. Ég bara mér og heitt yfir í peysu. Þá ætla ég bara að vera á t-shirt líka. Já, hendur á t-shirtin, maður. Þetta sko, ég gríðarlega spenntur fyrir þætti dagsins því að það verður fyrsta sinn í sögu FM 95 blöð sem að Kiddi Casio kemur í smá spjall hér á eftir, að hann með hressu innkomuna og það Dóri, einn af mínum uppáhaldskarakterinn, svo ég segi nú bara fyrir því. Já, þakka þér fyrir, hann virðist einhvern veginn, ég umbóðsmaður hans, hann heitir Kristinn Eggert Andrésson. Já. Ég umbóðsmaður hans, sko, og hann sjálfur voðalega þakkláttur fyrir Cassioinn og svona, fyrir bara fyrir, hann mjögulega ánægð með eitthvað fólk ánægt með hann, sko. Já, ég held þetta sé eitthvað svona besta sidekick sem sést hefur í íslenskum sjónvarpsþáttum, sveið mig þá. Já, sko, hann ekki einu sinni sidekick, hann var svo rosalega lítið, ég einn dag að taka þetta. Hefur aldrei verið pælingum að gera svona spin-off eins og með Frasier og annað sem bara þættir Kidda Casio? Já, þú segir nokkuð maður, ég hef ekki heyrt þetta frá einhverju sem hafa ykkur völd. Nei, ok. Ég bara frá svona mönnum eins og þér. Já. Það hafa engin völd. Nei, það rétt. Ég get ekki mikið gert þarna. Ég get ekki leggstýrt því allavega. Nei, það náttúrulega að vera áhugavert, sko. En þetta er náttúrulega svo ofsalega mikill karakter, sko. Er hann ennþá í sólinni? Er sólinn að túra? Nei, hann aðal verkefnastóna, hann er bara tónlistaskóla í Sandgerði. Eða sem í rauninni hljómborðskennsla. Já, hann að kenna þar bara? Hann að kenna þar og að kenna bara hljómborð og MIDI-tekní, hvernig þú stillir hljómborðið þetta af og góð sounduð því og svona. Og hvernig þú getur fengið svona trommutakt með í Casio hljómborðinu og glæsileg mæting í Sandgerði. Já, en sko inntökuprófið það þurfa allir að spila lagið Axel F. Það fyrsta lagið sem allir læra í tónlistaskóla Kidda Casio. Á Casio. Já, þessi snild. Við erum með, eins og ég sagði, fína þáttan ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með hressuinnkomuna með Kidda Casio hér og eftir. Ég ætla að henda Dóra í hraðaspurningar. Sturla staðreyndir á sínum stað. 5 hlutir sem vissum ekki Dóra Gylfa. Með einhverjum millan djamma og annað. Það endar einn ókostu við þáttinn í dag. Hann í styttri kantinum. Og það út af haustkynningu stöðar 2. Við þurfum bara að mætti þangað á eftir. Ég þarf að mætti þangað í beina útsendingu. Þannig að þátturinn bara til 5:30 í dag. Já. Við 90 mínútur bara á fullum krafti. 90 þéttar mínútur. Já, sem ekkert síðra heldur en teygðar 120, sko. Akkurat, sko. Þannig að við bara... þetta verður impact þáttur bara. Já, þetta verður stemming og ekki ykkur að missa sekundu. Hér söngkona sem heitir Selena Gomez og lagið Come and Get It. Hvernig kanntu Selena Gomez, Dóri? Mér finnst hún frábær. Er það ekki? Þú ert með þetta í bílnum? Já. Æja, þá byrjar hún. Hún frábær. Selena Gomez hér. Selena Gomez er bara góð stelpa. Já, frábær stelpa og fyrrverandi kærasta Justin Bieber. Eða núverandi, ég veit ekki, og drullu sama. Ég ætla ekki að ræða það enn eina ferðina hér í þessu þætti. En það hins vegar Ok, nei, ég ekki heldur. Nei, það nefnilega komið að slúðri, Dóri. Já. Ertu mikið fyrir slúður? Nei, svona slúður fer rosa mikið fram hjá mér. Ég lítið á Facebook og lítið á netinu. Já, þannig að þér drullu sama hvort að Justin Bieber hafi verið að hrækja aðdáendur sína eða... Nei, mér nefnilega ekki sama, sko. Þetta er ekki væntum að fá að heyra eftir góða fréttir hérna. Já, þá Þetta er bara aðalega vankunnata mín á tölvur sem fyrst valdandi að ég missa skemmtilegu slúðri, sko. Ok, þá ætlum ég að segja, bæði þér og hlustendum slúður. Ég ætla að byrja á Entourage þáttunum eða leikurunum úr Entourage. Þetta eru, sennilega bara mínir uppáhald þættir. Hefurðu séð á? Aldrei séð á? Nei. Þeir eru stórkostlegir og fjalla þar svona gaur sem er frægur leikari og allir vinir að búa hjá honum og svona.
virkilega skemmtileg. Aldrei séð það. Nei, Mark Wahlberg pródúserar þessu og svona hans fyrsta verkefni sem pródúsent og þetta sló rækilega gegn og það átti að gera bíómynd sem átti að fara í tökur bara í maí á síðasta ári en hefur tafist en ástæðan fyrir töfina og kvikmyndinni, það er nú orðin 2 ár síðan að þættirnir hættu. Ástæðan fyrir töfin er að Adrian Grenier sem leikur einmitt Vince, aðalleikarann, eða svona aðalhetjun í þáttunum og Jerry Ferrara sem að leikur Turtle fyrir ykkur sem hafi séð þetta, þeir vilja meiri pening heldur en að sami. Græðkin í þessum mönnum. Já, og það er að tefja Antúras kvikmyndina. Jeremy Piven sem að leik Ari Gold, hann er búinn að semja. Já. Þannig að þetta er að stranda þessum 2 töffurum því miður sem er algjör synd. Já, þetta er mikið synd sko. Já. Ég vissum að þetta er svo góð þetta. Ég reyndar aldrei séð þetta. Já, þetta er svona ekta tebollí, alveg dýrka á sko. En hérna, já, meiri pening, já, það er alltaf gildna. Það vilja allir meiri pening alltaf. Já, það er oft hættulegt eins og þeir vita það er allir að bíða eftir þessari bíómynd, hún verður vinsæl. Já. Þannig að þeir er alltaf alveg að mjólka. Einmitt, og meðan situr maðurinn sem þú heim og býður og þeir bara vilja meira og meiri pening. Já, þeir eru að eyðileggja þetta fyrir mér. Já, þetta er svolítið leiðilegt. Já, og talandi leiðindi og þá er, Katrín Heigl, leikona sem að sló í gegn í Grey's Anatomy og hefur leikið í fullt af kvikmyndum, hún er mikið í romantískum gamamyndum. Já, ég veit ekkert hver þetta er heldur. Já, sko, þú sér það og veist hvað það er, sér þið sena? Já, hún er hugguleg. Já, þetta er leikona sem að er, hún er gríðarlega vinsæl en alls ekki vinsæl hjá samstarfsfólki sínu. Já. Hún er vist búin að fá það orð á sig að hún kallar alla bara að fá þetta og neitar að koma úr hjólísi sínu og er vist gríðarlega erfið í, bara rekstrið umgengni. Já. Er þetta alveg áræðilega fréttir, Öddi, er þetta eitthvað svona, maður veist, hefur þetta úr Instakoppi eða? Já, þetta er frá fólkinu sem gerði kvikmyndina Knocked Up með henni og fleirum sko, þannig að það er aldrei hægt að segja alveg, ég er ekki búinn að tala um neitt sem hefur leikið með henni. Nei, mitt sko, maður þarf ofta að setja fyrirvara við svona, eða ekki? Ég er sammála því, en ég ætlaði nú að spyrja þig, Dóri, nú ert þú í leikarabransanum hérna á Íslandi. Já. Er einhver erfiðar en annar? Þú varst kannski ekkert endilega að nefna nöfn, en eru sumir erfiðar í leikhúsinu? Sko þetta var svolítið mikið vist í leikhúsinu í den, ég alveg talað og ég er búinn að vera í svona núna eitthvað 15, 16, 17 ár. Já. Og maður verður rosa lítið, svona ángríns var við, þetta er voða mikið svona allir jafnir svona eitthvað. Já, allir vinir bara. Já, og voða lítið, þeir sem eru með eitthvað svona stæla, það þykir bara svolítið svona kjánalegt. Já. Og það er kjánalegt ef við ykkur á Íslandi er með eitthvað stæla, er það ekki? Bara inn í herbyggi og skapir með þeir. Eitthvað Íslendingur sem heldur að það sé eitthvað, hvort sem hann er poppari, byggari eða eitthvað útaskall eða eitthvað er að þykjast við eitthvað spaði. Já. Það er alltaf hálf bjánar. Já, bara óþægilegt eða eitthvað. Já, bara. Maður verður líka voða lítið var við það á Íslandi að menn séu með eitthvað svona stælar. Jú, maður hefði heyrt eitthvað svona sögur, svona undanföldum árum eitthvað pínu og það er yfirleitt af að leika konum, það sagti það. Og sko þetta er bara, þykir bara hálf bara svona kjánalega, þú hlær bara þessu, eða svona meiri vitt. Já, en það er ekki leið að Katrín Heigl greiðinu. Nei. Hún er ekki vinsæl hjá samstagsfólkið sinu, en eins og hún virkar nú endal í þessum bíómyndum sem hún leikur í. Greiðilega svona góð leikona. Svo er það síðasta slúrið og það er að honum Ben Affleck og nýjustu Batman-myndinni sem er að koma út núna 2015. Það er nú ekki farið fram hjá neinum að Ben Affleck er að fara að leika Batman. Og þeir voru núna að... Ertu við mynda þessum Ben Affleck líka? Þú veist alveg hver Ben Affleck er. Ég ruggla honum alltaf sama við hérna... Það er hann og Matt Damon, ertu alveg, Dóri? Má að sjá, ertu með mynd? Ég er ekki með mynd hérna, má að sjá, sko bara googla hann, hver veit ekki hver Ben Affleck er? Jú, ég veit að þeir sé myndi, ég er nefnilega að horfa ekkert rosa mikið á svona... Hvað myndum hefur leikið? Já, bara, hann var í Armageddon og var í, hann er búinn að vera í öllu. Er það hann sem leik hérna... Hann er hérna, sérðu? Minnislösa gæinn sem að var... Já, hann var með Argo daginn og... Já, jú, ég sá Argo daginn. Hvað er hann með maður? Ég ruggla allt saman eins og segið, Matt Damon og hérna, já. Og sló í gegn í Good Will Hunting og er bara búinn að vera... Já, búinn að vera í hellingabíómyndum. Hann er semst að fara að leika Batman og það er búið uppljóttar því núna. Hann á að vera, Batman á að vera orðin gamall og þreyttur í næstu mynd. Já.
og vera orðin leiður á því að vera Batman. Það sniði hugmynd. Já, og segja handritshöfundar og aðrir að það hefur verið svona ástæðan fyrir ákvað að fá Ben Affleck í þetta því að þeir segja hann eftir að fara létt með það. Þá hefur þetta fátt John Goodman. Já, bara eitt svona vel þykkan og þreyttan. Já, bara þreyttur á þessu. Hann nennir ekki að vera Batman lengur. Og kemur eitthvað bóð með hjálp ykkur og hann sendur bara aðstofmann sinn. Svo er hann kannski fann að drekka. Já, bara komin í glas og svona. Svona sjá eftir ykkur í lífinu og þú veist, af hverju ég er búin að lifa lífinu svona, af hverju á ekki fjölskyld og börn. Já, af hverju er ég alltaf bara einn að hjálpa fólki sem Batman. Já, kannski er hann bara hommi eða eitthvað svo leiðis. Já, það er svo annar mál. En þetta var slúðurpakki dagsins og já, það var eftir í fyrsta seri sem ég er með gestastjórnum sem veit ekki hver Ben Affleck er. Jú, þið sá myndina. Þeir sástu myndina. Já, við ætlum að fara í auglýsingar, svo er það Kitty Casio, hann er að fara að taka innkomi hér eftir örskamma stund. Ég hlakka til að heyra í honum. Börn kennir í samstarfi við gamla kaupfélagið á Akranesi Stuðlagaball í fyrsta skipti á Skaganum. Sérstakir gestir eru Heiðar Austmann og Rikki G. Taktu laugardagskvöldið 14. september frá Are you ready, Akranesi? Alvöru rýmingarsala í Intersport Lindum. Verslunin lokar, alltaf að seljast. Intersport, alvöru sport. Nýtt í bíó, Malavita. Sick of being in witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Thule og gamli gaukurinn kynna Bræðingurinn 2013 Ultra Mega Teknobandi Stefán og Blood Group á gamla gauknum föstudaginn 13. Sannkölluð veisla Gamli gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Keaskir, prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Enski boltinn er algjör veisla. Það eru 190 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta. Tippaðu fyrir klokkan 1 í dag, 1x2, við tippum. Lunga mjúkt róstbíf og brakandi ferskt grænmeti í nýbökuðu brauði. Það er róstbífbátur og hann inniheldur aðeins 2,9 grömm af fitu. Subway, eins og þú vilt hafa. So, Bubba J, you're a vampire. Yep, and I've come to suck your beard. Nú styrtist í Jeff Dunham 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Thule, Náman og Sena. Við elskum grín. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sesamengifer. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Upplifðu dansgleðina að Hættis og You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði. Danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. Hamra skal jafnið meðan það er heitt. Batson.com. Við lærum af þér. G2. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljartbarinn Faxafinni. Jóga. Sporthúsið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Imagine Dragons hér á FM 957
og lagið Radioactive, virkilega flott lag þarna á ferð. Þið að hlusta hér á Auta og Dóra og Gylfa sem verða með ykkur til 5:30 í dag. Þátturinn er svona aðeins styttir í dag út af haustkynningu Stöðvar 2. Það er að bruna þangað á eftir, en það er komið að augnabliki sem ég er búin að vera að bíða spenntur eftir og ekki bara í dag heldur í bara 2 ár sinni byrjaði með hennar þátt. Því að það er komið að hressu innkomunni, en það er ekki Dóri Gylfa sem tekur hressu innkomunni í dag, heldur Kiddi Casio sem er mættur hérna í stúdíóið. Og já, þetta er ekki flókið, hann fær mínútu til þess að blaðra hér í mikrofóninn og ég segi bara Kiddi Casio, take it away. Stu velkomin. I do like all your mothers! Couple of times, Casio mættur hérna allaveg frá Sandgerði og ég með þennum þræl síðarða Auta hérna í stúdíónu. Ó já, við erum á FM 957, ekki á RÚV, ó nei, við erum ekki på Árbæðarsafni, við erum på Árbæðarsafni borða menn lummur og taka kakó, ó nei, hérna erum við með bríser, hélan bríser og pizza á kantunum, allaveg frá Sandgerði og áður ég held lengra áfram langar með að senda, ég er að fara að gáta högna sig, ég er að senda kveðju til Tönju Líf, kærustu minnar, hún er að læra undir stafræðapróf á morgun, ræða undir stafræðapróf sem er á mánudaginn, en hún er að keppa á morgun í Ungfrú Ísland. Hún var nefnilega í öðru sæti á Ungfrú Suðurnes síðast ári og hún er ekki bara í skóla, hún er líka að vinna í bakari og hún er að keppa á morgun á Ungfrú Íslandi. Tönju Líf, gott klapp og sendum henni okkar allt okkar besta RESP ECD respect. Staðreind, broskall, upprópun. Já, gamli er ennþá jafnsettum ljósanótt, þetta var ekki smá gaman síðustu helgi. Takk Óli Geir fyrir alltaf svona gott partí og takk fyrir að hleypa Tönju Líf inn. Já, hún er ekki með skiltinni eða ekki með aldurinn. Ekki dæma. Ég misti af flugeldasýningunni, það er að segja flugeldasýningu sem var úti. Það var bara önnur flugeldasýning af mér og Tönju Líf heima hjá mér. Gamli er mættur. Ég er ennþá að jafna mig, ég er pínu starfströkt, ég mætti Kolfaður hérna fram með áðan og Austmanninu, wow! Nei, það er enginn Gerriki Bjarkind hér eða Karl Billiknæ, hér eru við með Auta Blöðin Fræl síðarða, Austmannin og Kolfaðurinn frammi, allir með hélagan bríser. I do like all your mothers. Þetta var glæsilegt. Þetta komið mínútur svona á að gera þetta og með þess 1,5, ég tímdi ekki að stoppa þig. Þetta er, ég er að segja þér að Dóri, þetta er einn af mínum uppáhaldskarakterum. Það er bara þannig. Takk fyrir þetta, Kitty. Takk, Kitty. Já, takk fyrir þetta. Gaman að sögja stráka. Hver er þú, þessi hrokkin herri, hálf sköllótti hérna? Hver er þú? Þetta er Halldór heiti ég er nú umboðsmaðurinn. Já, alveg rétt, kallið stundin okkar, já. Hvað er hérna, Lilli Api hérna mættur á eftir eða eitthvað? Rannvað og Krummi. Hvað er í gangi hérna einhvern mann? Hvað er í gangi? Þú ert ekki að drekka, okkur ert ekki að drekka? Er ekki að drekka hérna á FM? Þú ert með bríser? Ég er með bríser, minn er klár. Já, nei, ég er að fara að leika á eftir, ég þarf að vera góður, sko. Þannig að fara í leikhúsi. Hvað ég, hérna, áður í sleppi er, Kiddi Casio, þú ert komin hérna, þú ert komin kærustu? Já, ég var Tanja Líf. Tanja Líf? Konan Líf minni, við erum búin að vera saman núna hvorki meira en minni en 3 vikur. Þetta eru hérna, hvorki meira en minni en með hjá kallinu. Og þetta er Ljós Lífsmi sem Tanja Líf. Ég var reynda dómari á þessari keppni fyrra sem hún var öðru sæti á hérna Ungfrú Suðurnes. Ungfrú Suðurnes. Já. Hún var frábær. Ég setti hennar reyndar í 4. sæti, það voru 3 aðra sem voru miklu sætar en hún. Hún var svona með mesta þokkan og stærsta brosið, sko. En má náttúrulega þakki fyrir að geta eitt hérna alltaf ári í fer. Ég er bara að drífa mig, þannig að frændi minn er að keyra mig. Ég misti prófuneflið fyrra og hann er að flýta sér eitthvað. Hérna, elsku Alexander Máni, sem er sonur minn og býr á hérna, næris útsetting á hérna Seyðisfjörð. Já. Ok. Ég hérna... Sonurinn býr á Seyðisfjörði? Já, með ekki leitt að hafa ekki hitti núna undan fyrir 4 ára og bara senda þig kveðju. Ég mun koma að hitta þig. Og Alexandra Diljá, dóttir mín sem býr á Húsavík. Hún er reyndur honum 8 ára. Manstu ég kom hana fyrir 5 árum. Ef þú kannski manst ekki eftir. Ég gaf þér svona lítinn massbólspíl. En hérna, ég mun komið sumar norður. Já, þú ert að senda kveðjur á börnin, maður. Og elsku Elliði Hrólfur sem býr í Vestmannum. Já, ég var á þjóðhátíð í sumar. Ég var alltaf á leiðin að hitta þig, en það var svo mikið að gera í brekkunni með þér. Ég mun hitta ykkur öll í sumar og ég mun gera mér besta til að bæta samskipt okkar á milli og ég sendi ykkur jólakort.
Það bara þannig. Takk kærlega fyrir okkur, þetta var Kiddi Casio. Við skulum fá hér mann ásins, hann var eignast stelpu bara í nótt. 9 orðin faðir, þetta snillingurinn Frikki Dór. Frikki Dór hér með maður ásins og skoðið heim skutuhjóm innilega til hamingju aftur með, nýja barnið, Tiny Little Baby. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð, það eru Auðun Blöndal og Dóri Gylfa með ykkur til 5:30 í dag. Og Kiddi Casio, hann farinn, sá mikli snillingur. Það var einhver að keyra fyrir hann því að hann misti prófið, sagði hann á síðast ári. Já, ég vissi það ekki, hann prófið, það hlaut að vera, hann er alltaf eitthvað svona skuttlánum, eitthvað frændans. Já, það líka oft með svona stórstjörnu, þeir láta bara félagana og frændur vera að skuttla sig, sko. Já, ég meina forsættisráðurinn með driver. Já. Akkur er ekki Kiddi Casio. Já, getur líka eins og Kiddi, ég meina klukkan er núna 4:30, þú sást að hann var með bríser. Já, og getur hann verið að fá sér bara. Hann er reyndar hægt að drekka þessi sumar en hann er greinilega. Ég veist ekki dæma Kidda, hann er að skemmta sér. Það er bannað að dæma. Hann er að skemmta sér bara. Ég var að spá í að henda þér Dóri í hraðaspurningar. Já. Og það er ekki flókið, þú getur ekki svarað rétt og getur ekki svarað rangt. Þú átt bara basically að segja það fyrsta sem þið dettur í hug. Ok. Þú átt að tæma hugan. Það er akkurat það sem þú átt að gera. Tæma hugan, gjörsamlega. Farið. Já, ég sé það bara, þú tómur. Tilbúin. Þú ert alveg, þú ert gjörsamlega búin að tæma hann. Ég sé það bara svipnum að þá byrjuðum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Borgarljósið með Chaplin. Uppáhaldsnammi. Lakrís. Besta liðið í ensku. United bara. Uppáhaldshljómsveit. The Smiths. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Hvernig fóruðu þau? Tapaði. Hver er fyndnastur? Keli, vinnu minn. Besti skyndibitinn? Lolli. Hvað kveikir í þér? Bara Allsberg Góla. Uppáhaldsfélagslið á Íslandi? Þróttur. Hvaða dýr finnst þér mest sexy? Sebrahestur. Besti drykkur? Bara gott rauðvín. Fallegasta kona í heimi? Fyrir utan Maga? Sjálfsögum. Angela Merkel. Hver? Fyrir mér út eftir. Í hverju sefuru? Nærbuxum. Finnst þér gaman í sleik? Já. Hverju verði Íslandsmeistarar í fótbolta? K.R. Uppáhaldsleikari? Gunnar Hansson. Uppáhaldsleikari erlendis? Michael Caine. Ok, Michael Caine, já, það voru þarna nokkur fín svör hér. Besta bíómynd alltaf tíma, hvað var Chaplin? Já, Borgarljósið með Chaplin, það er svona, ég kann þessa mynd utan af. Já, ok. Það er alveg æðisleg. Og uppáhaldsnammi var lakrís? Já, ég er veikur fyrir lakrís. Já, ég er fyllt af lakrísi, maður finnst mér alveg ekki. En þetta er eitur, maður má ekki borða mikið af þessu, sko. Nei, þetta fyrir magan á manni, sko. Það er rosa gott líka svona saltlakrís. Já, svona saltpillur og svona. Saltpillur, ég kaupi alltaf í fríöfninu, sko. Já, besta liðið ensku, því ég var eiginlega alveg sama það. Já, ég er United kall, ég held alltaf með. Já, hvernig er þetta að hætta því? Ég var að rosa heitur með enska boltanum alltaf og horfði alltaf á þetta alveg bara alltaf tíð. Svo fór enski boltin yfir á Stöð 2 bara því ég var 22-23 eitthvað. Og þá var United ensku mestari. Já. Ekki 93 sem við erum mestara fyrst. Já. Eftir eitthvað langa pásu. Já. Þá fannst mér einhvern veginn svona, ég var búin að vera að ná markmiðinu. Svona eins og það menn klífa Everest, skilur. Já. Það ekkert aftur fangað. Og þú sagði, ok, nú þetta bara fín. Nú bara enski bolti farið yfir á Stöð 2 og ég var ekkert afruglara og ég ekkert svona... Þú ákvæmst að kveðja hann bara? Já, ég er ekkert rosa spenntur fyrir svona... Það er eitthvað sem ég get ekki, maður. Fótbolta svona, jú, ég er gaman að fótbolta en ég er ekkert svona... Ekkert svona fanatískur? Ekkert maniac, sko. Nema þegar Þróttur er annars vegar. Já, og þú ert mikill köttari. Já, og upp á hljómsveit var Smiths, sagði ekki? The Smiths, já. The Smiths. Og, já, þú hefur lent í slagsmálum á tapaðir, er það eitthvað nýlegt? Þetta er alveg svaka saga, skal ég segja þér. Ég fór til Grindavíkur á Þróttarleik fyrir rúmlega 20 ára síðan og ég átti með þess að afmæli. Ég var að vinna það á svona meðferðarstofnun hérna í bænum og vini mín gaf mér svona hvítan slopp. Fast ég svona verið fann að hefða mér svo læknir. Og við vorum hérna nokkur Þróttara saman og leiknum og rosa gaman og svo vann Þróttur og hérna fellett fjör og svo hérna ákveðuðu eftir leikinn dettur ykkur í huga að fara á pöbbin hérna í Grindavík. Við erum á pöbbin í Grindavík og ég man þegar ég var að labba af leikvanginum og þá er svona gamall maður svona gamall vitur maður sem sagði ekki fara en við fórum saman
þá var skoruð ykkur Grindvíkingar á okkur í drykkjukeppni. Það svona menn gera. Heldi stórt stífula fullt af bjór og svo var eitthvað að vera slegið og drekkið einhvern og við unnum það líka eitthvað hluta vegna. Sem engin drykki bolta þannig en við unnum þessa bjórkeppni og ég man að þegar að tega síðasta sopan í bjórnum að þá bara koma hnemar á loft. Það fara að kýla hvern annan hann inni og stólar fljúa og barþjónninn stekkur svona yfir, þetta var eins og kappójabar, skilur við, stekkur svona yfir barborðið og bara allir út, hendur öllum út, nema þið verða eftir hérna inni. Við strákarnir, vinir mínir, þróttararnir. Ok, nú hafði 1 mínútu til að koma ykkur hérna út úr bænum og hafa búið að kýla ykkur að gæja og svona eitthvað og bara hlaupið hérna út og beint þetta bíl, leið og ég opna dyrnar. Og við bara, ok, og svona eitthvað. Og eru dyrnar opnaðar og við tökum að rás, hlaupum að bílum, þá bara mætur okkur heilt þorp. Ángrín, svona 30 manns. Sem bara ráðast á okkur að lemja okkur bara. Bara landið? Ég brotnaði tönn hjá mér og við rétt komist inn í leigubílinn og eitthvað þú veist og menn héngu hálfur út úr bílnum sem vorum í með bílstórunum og kynntir þar. Það var bara svona... Það var svona í bíómynd? Þetta var bara svona í bíómynd. Þetta er svona einu slagsból sem ég lendi í auðinu, sko. Ok, þetta var fín saga og ég er að spæja bara segja þetta gott. Nei, það voru fleiri spurningar. Já, það er bara við þurfum að henda okkur hér í auglýsingar því miður. Hvaða dýr fannst þið mest sexy? Það var sebrahesturinn, besti skyndibitinn. Hlölli, já. Bara þú veist að kom fyrst upp í höfum, ég veist það fyrst. Já, fallegasta kona fyrir utan maka, hvað sagði þar? Þessi Angela Merkel, kansleri Vestur-Þýskalands. Angela Merkel? Já, hún er konu með völd, ég fíla, kannski það er bara málið. Það er reyndar, það er eitthvað sexy við það, ég viðurkenna. Hér eftir skamastund sturla staðreyndir, svo er aldrei að vita með Kitty Casio og fóður hraða spurningar seinna í þættinum. Gamestöðin verður með kvöldaopnun vegna útgáfu GTA 5 á PS3 og Xbox 360. Í tilefni af útgáfu leiksins verður andir í kringlunar fyrir framann Gamestöðina breytt í skemmtistað. Gamestöðin ætlar að bjóða upp á brjálað hljóðkerfi og muni fyrir erpur og MC Gauti sjá að skemmta. Bóðin verður upp á veitingar og annað óvænt. Enjoy them hoes, homie. Yeah, whatever. Þeir sem forpanta leikinn hjá Gamestöðinni eiga möguleika að fá leikinn endurgreiddan en alltaf 10 manns fá ókeypis leik. Leikurinn er stranglega bannaður innan 18 ára. Fjörið byrjar mánudaginn 16. september klukkan 8. FM 957 og Gamestöðin Kringlunni. Nýtt í bíó, Malavita. Think of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita. Sýnt í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. 3 fyrir 1 af völdum drykkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Karlsberg, Home, Austurstræti 12. Heilsuréttur frá Ginger eldar á staðnum í 1011 Lágmúla og 1011 Austurstræti. 1011, fljótlegt og þægilegt. Skellum okkur á 1x2.is og verum með í fjörinu. Það eru 190 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta. Tippaðu fyrir klokkan 1 í dag, 1x2 við tippum. She loves going on these trips. I know she loves window shopping. Not in Amsterdam, she didn't. Nú styttist í Jeff Dunham, 20. september í höllinni, uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Trúle, Náman og Sena. Við elskum grín. Við lærum af þér. G2. Mesta úrval landsins af námskeiðum er í Sporthúsinu. Nánari upplýsingar á sporthúsið.is. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára. Spennan magnast, því milljónurnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Right from the start, you were a thief, you stole my heart,
and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Já, hún hæfileikarík, hún Pink, hún má eiga það. Ég fíla hana. Töffari. En það komið að sturgluðum staðrendum hér hjá okkur strákunum í FM 95 Blö. Já, hver stór viðburðurinn að fætur öðrum hérna í þessu þætti. Já, þú heyrðu það þétt dagskrá hjá okkur. Það nóg að vera. Og við vorum að fá SMS það að Kitty Casio glemdi prísetnin sínum, hann ætlar að koma að sækja hérna eftir og við hendum honum jafnvel í hraðaspurningar þegar hann kemur. En förum fyrst í sturglaða staðrendir. Ég með 10 sturglaða staðrendir fyrir þig, Dóri, og hlustendur. Og það sem svo skemmtilegt við þetta allt staðrendir og þær eru sturglaðar. Já, ok. Ég ekki að ljúga neinu hérna. Ertu tilbúinn? Já. Þá byrjum við þetta. Karlmenn sem sofa saman á Jamaica geta fengið alltaf 10 ár í fangelsi, en konur mega sofa saman á Jamaica. Já. Þannig að þú mátt vera hommi, nei þú mátt ekki vera hommi, en þú mátt vera lesbía. Mitt svo vera að tala eitthvað jafnrétti. Þetta jafnrétti? Ekki á Jamaica, nei. Þetta svolítið grilla, sko. Þannig að, svona þetta á Jamaica, þannig að það eru menn sem þurfa að passa sig að þeir fara þangað í þetta banana líðveldi. Já, við förum ekki þangað. Nei, við förum ekki þangað fyrir lands. Tökum ekki sénsinn að því að fara í grjótið á Jamaica. Nei, en maður skildi nú búin að fá sér 2-3 og mikið. Svo hér, Marilyn Monroe var með það í samningi sínum að hún þyrfti aldrei að vinna þegar að Rosa Franka var í heimsókn. Já, ok, já. Já, þess að hún var á túr. Skilur. Og þetta var vist í öllum hennar bíómyndum. Já, þetta geta stórstjörnur geta farið fram á svona. Já, hvað myndið þú svona setja í samningið þinn ef þú væri hún súperstjarna erlendis? Já. Ekki vinna bara út með hausverk eða eitthvað, migræn eða? Já, kannski ekki vinna þegar þróttaraleikur eitthvað slags. Já, hafa það í samningum. Eða bara, myndi gera eitthvað slags og kannski hafa smá lakrís á kantinum. Vá, góð kröfuharður maður. Svo hérna, 95% fólks líður illa þegar það sagt við það, við þurfum að tala saman. Já, þetta erfitt. Konfrontasjón alltaf erfið. Sko. Já, en þýðir það endilega að sé eitthvað slæmt þegar einhver segir við við þurfum að tala saman? Já, það ekki? Já, eiginlega. Þegar einhver vil segja eitthvað skemmtilegt við Öddi, þá segja hann ekki, heyrðu, Öður minn, nú þurfum við að fara að tala aðeins saman hérna. Já, og svo segir hann eitthvað skemmtilegt. Ég ætla að bjóða þér í partí hérna næsta höld. Það ekki þannig. Nei, hann kemur með það bara beint út ef það eitthvað skemmtilegt. Nú þurfum við að tala aðeins saman. Ég með matabóð hérna morgun. Já, færðu þetta frá konunni? Nú þurfum við að tala saman. Nei. Sem gott. Já, það ok, sko. Það verður verra ef þú verður að fá þetta oft. Nei, það þarf ekki alltaf að vera að tala allt, maður. Maður getur bara að láta sér líða illa. Já. Svo hérna, 60% fólks kíkir á klósettpappirinn eftir að það er búið að skeina sér. Og ég fór að hugsa þetta og ég verða að opna mig með það. Ég held ég tilheyri þessum 60% held ég. Ég er ekkert að grandskoða þetta, sko. Maður er engin viðbjóður. En ég kíki held ég. Ég er líka bara til að sjá hvort það sé að búinn. Já, maður kíkir svona í restina. Já, maður skoðar ekki fyrstu. En það er kannski svona aðeins svona gæjast að til lokin. Svona til að sjá hvort það sé ekki komið tíma að hætta þessu. Já, akkurat sko. En svo kannski, en maður ætti með árunum, maður var þetta gaman, það verið að búin að læra inn á þetta. Já, en það er samt svo misjant hvað maður lendir í, sko. Þetta er misjant hjá manni, sko. Já, Steindi sem er með mér hérna 50 dögum, hann er með endalausan orðaforða yfir þetta, kallaði það að lenda í leðrinu, það þurfa að skeina rosalega oft og svo var eitthvað sem hétt, kolbeinn flótari og eitthvað svona, þetta er eitthvað í Moselsbæ eða eitthvað, það voru menn með nöfna og öllu þannig. Svo er það hérna, það eru 8 manneskjur lifandi í dag sem að fættust 1800 og eitthvað, og það eru allt konur. 8 konur sem að fættust 1800 og eitthvað, sem er enn á lífi. Afi minn, hann var fættur 1899. Já, ok. Mér varst það alltaf svo merkilegt. Já. Þetta dó fyrir, svolítið, 20 ára síðan eitthvað. Já. Hann fættur fyrir aldamót. Hvað hérna, ef ég má spyrja, hvað eru foreldræðinni gamli? Pappi er 81 árs. Já, pappi er svona mun eldri en þú. Já, hvað sér þú? Ég segi, hann er svona miklu eldri, ég náttúrulega vissi að hann væri eldri en þú, en hann er svona töluvert eldri. Það er ógeðslega fyndið að vinur hans pappa er líka 81 árs. Já. Hann á móður á lífi sem er 106 ára. Hei. Já. Og er það þá ekki bara elst á konu Íslands, eða? Með þeim eldri, sko. Já, ok. Pældi verið 81 árs og voru hundgamall. Já, eru þeir eitthvað búin að kíkja á mömmu? Það er ekki deitt í mömmu nýlega? Já,
að hugsa mömmu, sjálfur og hundgamall. Þetta magna. Svo hér, þú mátt ekki, þessi var sem skemmtilega. Þú mátt ekki læsa bílniðinum í Manitoba í Kanada. Og það gert svo að fólk geti farið í skjól fyrir björnum, eða björn á ferð. Þá getur hoppað inn í næsta bíl. Já, þetta make a sense náttúrulega. Já, en þetta er samt svolítið steikt að mig ekki læsa bílnum sín. Já, en pælt í þér, björn hælta þig og fara allir bílar læstir og kennast ekki í skjól. Já, það er ástæðan fyrir að þú mátt ekki læsa bílnum í Manitoba. Þá, ég myndi gera það, ég myndi fara undir bíl. Já. Björn kennst ekki undir hann. Nei, ekki nema, hann getur hann ekki hreint bílnum maður. Jú, þetta er helvítið. Hversu hraustur er hann? Nei, hann verður ekki vitað, ég held ég. Svo hér, bananar eru góðu við þingu. Sturlu staðrind. Maður getur þurft að prófa það, veit það ekki fyrir. Já. Tjekka á sig, ert þú með eitthvað svona þingu meðal, sjálfur? Nei, þetta var aldrei vandamál hjá mér, sko. Þingan? Nei. En er erfitt að leika þennur? Já, í seinni tíð er maður bara hættu því, sko. Já, ok. Þannig, það er bara... Já, þú veist, ég leik svo mikið, vinn svo mikið helga, sko. Maður staði í leikhúsinu og það er ekkert í boði eiginlega að vera timbraður og leikrit, sko, en maður yngri þá gerði maður þetta einstakar sinni, sko. Já, léttara. Já, þetta er svona, þá var maður bara, veist, já, maður bara hressari og yngri og allt þetta, en en það er kannski mjög erfitt að leika barnaleikrit timbraður. Timbraður, já. Trúið þér. Það er eitthvað að ekkert þóla svona eins og það er ekkert sem að milur þingun eins hressileg úr mann eins og hressileg barnasýning í sokkbúningi. Ok. Svo það hér, það eru 3 ár eftir. Lengsta hjónaband allra tíma er 91 ár og 12 dagar. Já, vá. 91 ár. Já, það er gift í 91 ár. Hvenær giftuðu þið sig það? Það er einmitt saman ég var að spæða, hvort það hefur verið 10 ára. Er þetta eitthvað svoleiðis viðbjöður? Þú komast það hvar í heiminum þetta hjónabandi? Já, ég minna það dettur inn svona ógeð hérna inn á Sturlaða staðreyndir. Það var amma daginn 23 ára, er yngsta amma í heimi. Það var svona ógeðslegt. Já, við skulum hætta að ræða þetta. Við förum í næstu. Þú getur keypt humar í sjálfsala í Japan. Já. Þeir eru með sko sjálfsala æði í Japan. Ég búin að vera með nokkra Sturlaða staðreyndir sjálfsala notkun í Japana. Og eiginlega mín uppáhalds er að þeir eru með sjálfsala sem að þú getur keypt, þú getur sett símanúmerið þitt eða út á lausu í það. Þannig að ef þú ert að rölta kannski Japan, þá getur þú farið bara í sjálfsala þar sem eru símanúmer hjá stelpum sem eru á lausu. Og reynt að kynnast þeim. Það er svo sniðugir í Japani. Já, þeir kunna þetta. Svo það síðasta, það eru gerðar 10.000 klámmyndir á ári. 10.000? Á ári. Það eru margar Hollywood myndi gerðar á ári. Það er góð spurning. Það eru margar bíómyndi gerðar bara á ári. Ég hugsa þessu ekki, heldur að þessu gerðar 10.000 Hollywood myndi? Nei. Ég veit ekki, ég bara... Nei, ég held ekki. Þetta er enginn smá upphæðmar. Og þetta er vantarlega hágæða framleiðsla, ger ég ráð fyrir. Já, veit ég ekki. Hver er... Nei, við skulum sleppa þessu. Þetta voru Sturlaðar staðreyndir hér í FM 95 blöð styttist í hraðaspurningar á Kitta Casio og 5 hluti sem vissum ekki Dóra, en hressum aðeins upp á þetta. Tilefni ætlar FM 957 í skemmtilegt Instagram haustaátak með hlustendum sínum. Málið er einfalt. Þú tekur mynd af þér í ræktinni og hashtaggar hana með haust í haust. Alla virkadaga næstu 2 vikurnar munum við draga út myndir mertar haust í haust og gefa hlustendum gjafir frá samstarfsaðilum FM 957. Þú getur unnið Subway máltíðir, Reebok íþróttafatnað frá G&P Faxafenni, heilan mánuð í fjarþjálfun frá fjarþjálfun.is, gjafakort frá fiskversluninni Hafinu, Hlíðasmára og Spönginni og fæðubótaefni frá sportlíf.is í Glæsibæ eða Holtakörnum. FM 957, haust í haust. Nýtt í bíó, Malavita. Sick of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Páll Óskar í fyrsta sinn á Spot. Laugardaginn 14. september. Spottaðum í Kópavoginum með Bakkardi í hönd. Laugardaginn 14. september. Oktoberfest hefst á 5. Tryggðu miða á þessa 3 daga veislu á miði.is. Handhafar bláa kortins fá 15% afslátt þegar greitt er með bláa kortinu. Carlsberg, Nova og SHI.
American Style og Vodafone kynna Aulinn ég 2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gulu karlarnir eru mættir aftur, helmingi fyndnari en síðast. Aulinn ég 2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Sýnd í bíó land allt. How you doing, Peanut? Doing pretty good. How about you? I'm fine. That's good. That's good. Nú styttist í Jeff Dunham 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Thule, Naumann og Sena. Við elskum grín. Við á Gló höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Zumba, sporthúsið. Víða pottur brotinn. Betsson.com. Ég bjó einu sinni í útlöndum með hljómsveitinni minni og var boðið að fara í aðra hljómsveit sem var þá bara með heimsfræðar. Svona eðlilega spá ég stundum í því hvað ef ég hefði þegið tilboðið. Þetta var þess kljóst í Coldplay, en mér langar bara miklu frekar að vera með ykkur. Með ljósneti Símans eru ótrúlegustu hlutir mögulegir. Búðu þig undir spennandi framtíð. Síminn. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Carlsberg. Home, Austurstræti 12. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Nú býðst áskrifendum í Stöð 2 Vild frábæran afslátt hjá Lifandi markaði og Vegamótum. 20% afsláttur af öllum vörum við fyrstu kaup hjá Lifandi markaði í Fákafinni 11 og 35% afsláttur hjá Vegamótum alla mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga frá klukkan 11 til 16. Kynntu þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Auðun Blöndal og Dóri Gylfa með ykkur til 5:30 í dag. Þátturinn aðeins styttri þennan föstudaginn þar sem að það er haustkynning stöðar 2 upp í Hörpu sem að ég þarf að bruna í. En áður að við fáum hann ekki á leiðinu, hann Kitty Casio. Hann ætlaði að koma hérna og sækja brísir í þessu. Bandbrjálar, hann glimti hérna brísir, hann með kippa brísir hérna. Já, ég ætla að henda hann í hraðaspurningar þegar hann kemur að sækja brísirinn. Hann var svo hrættur þetta myndi volna. Já, myndi volna brísirinn. En ég ætla að spyrja þig, Dóri. Þetta er spurning sem að flestir af mínum gestastjórnundum hafa fengið. Ef þú mættir fara út á lífið að skemmta þér með hvaða 3 personum sem er í heiminum? Já, bara hvað sem er í heiminum? Já, bara má vera hver sem er. Og látnir karakterar. Nei, hann þarf að... Þú verður að vera á lífi? Já, til þess að geta djama með hann þarf hann að vera á lífi. Eða hún. Þannig að ég spyr, hverju myndir þú velja? Já. Þú mætti velja eitthvað að 3. Ég myndi trúlega... Já, ég myndi vilja fara djamið með Hugh Hefner. Hugh Hefner? Með því skilyrði að það væri djama heima hjá hann. Já, ok. Já, fara á Playboy setri. Þetta er þetta gott svar. Svakalega skemmtilegt. Já, það er að það hafi... Það er að vera heima hjá honum. Ég nenni ekkert að fara með hennir í bæ hérna eitthvað að myndi bara, þú veist, villi við skemmtist að með hann og eftir þetta. Það er það að vera heima hjá honum. Já, þú nennir ekkert að sitja bara með Hugh Hefner og Bjarnar Fel að fá það bjór. Nei, ég held þessi hundleðilegu sko, en heima hjá honum eru rosaleg partí og þar eru menn eins og DiCaprio og... Nei, aðlega svo fallegur arkitektúr hérna á þessu Playboy-setri. Ég verði til í að skoða það. Já, sjá garðinn og svona. Og hönnun og allavega hérna og... Við skilst henni góða vinkjallara og ég verði til í að kynna með þetta sko. Ok, þannig að Hugh Hefner er hérna fyrstur í það. Hver er næstur á blaðan? Já, ég myndi... Já, þetta myndi gleiða þig örgulega. Ok. George Best. George Best. Hann er dáinn. Má ekki segja hann þá? Nei, en það hefði reynda verið mjög gott svar allavega fyrir nokkrum árum síðan. Ok, þá segi ég bara Woody Allen. Woody Allen? Já, hann er svo fyndinn. Er það máli? Hann er alveg fína bíómyndir, heldur sér gaman á djamminu með hann? Ég veit það ekki, ég væri til í að prófa að fara með hann og spjalla við hann og bara gá hvað þessi maður er að hugsa. Ok, þú væri með hann hérna á Íslandi, hvaða staði væri að fara með Woody Allen á? Já. Næsta bar? Ég
myndi bara fara með hann á austur og bara, þú veist, eitthvað svona. Láta kólfæðurinn bara hendur flösku fyrir þig og Woody Allen þarna inni. Já. Hvaða fleiri staðir ég fer svo sjaldan í bæ, hvaða svona? Þetta danska gráin, English pub og austur og B5 og Boston. Ég held að ég myndi fara með hann á B5 eða austur. Já, Woody Allen. Já. Hann myndi skemmta sig þar. Já, og hérna, já. Þannig að Hugh Hefner, Woody Allen, ertu með einhvern svona sem að, já, var ekki uppi í seinni heimsstyrjöld? Já, einhvern annan yngri. Nei, hver er þrið? Þetta er náttúrulega þinn listi, ég ætla ekki að fara. Já, ég skrifa sér um að það er að vera eitthvað kona, sko. Það kallar Astrid Lindgren, en hún er náttúrulega dáin líka. Ég held að það mætti verið með látna karaktera, sko. Nei, það er svolítið erfitt að fara að djammi með dánu fólki. Já, en þú veist svona, bara lifa þessi bara þetta, skilju. Já, ég skilji. Bara allar að ræða við hann hérna bara Línu Langsák og eitthvað? Já, hún er svo skemmtilegur höfundur og hún myndi fara með hann á djammi og átók hana hvað svona kona svo Astrid Lindgren hefði til málan að leggja og hvernig henni fyndist drykkjumenning Íslending og svoleiðis. Ok, en þar sem hún er nú ekki, hver dettur það með listan? Ég skrifaði nokkra hjá mér, allir dögir, svo skrifaði Frank Zappa, Mozart, Churchill eða Hitler. Það má ekki, ok, það Hugh Hefner lifandi Woody Allen, þá verður að hugsa ykkur svona hérna núna, bara á staðnum. Ég get sagt þér að sko Kitty Casio væri ofalega á mér á blaði. Já, ég held að ég myndi ekki til að skemmta með honum, sem ég er vesen að fara með honum. Mikið um að vera á svona. Slagsmál öruglega og alltaf, hann vil bara hlusta á techno og bara sveitaböll og eitthvað svona. Það er bara basically eins og að fara með Agli bara á djammi. Hann vil bara heyra einhverja techno-tónlist og bara vesen. Jú, ég myndi vilja hafa Kim Jong-un hérna í Norður-Kóru. Í Norður-Kóru. Það voru eiginlega Rodman með ykkur líka maður. Já, þau verið flottir saman. Ég myndi vilja fara á þetta með Kim Jong-un. Þannig að það er Kim Jong-un, Woody Allen og Hugh Hefner. Já. Og svo Dóri Gylfa. Þetta væri rándýrt teimi. Ég myndi bjóða þessu fólk til heim til vinni grill og Jói Fer myndi koma og grilla hann í okkur. Þið væri flottir alltaf saman. Ég eftir smá stund, Kitty Casio er að koma að sækja bríserinn sinn og ég ætla að henda hann í ræðaspendingar saman. My friends and I, we've cracked the code. Royals í FM 95 blöð. Dóri Gylfa skrapp fram að sækja sér kaffi en það er komin annar gestur í hans stað og það er hann Kitty Casio sem var hérna hjá okkur áðan en glemdi bríserkippinu sinni. Sæll, vertu. Hvað er í gangi? Þetta er hlant volt hérna, ánskotin hafið maður og ég drekka þetta svona. Ég get ekki hvað til að gera. Það er ekki með ískap hérna. Þetta er bara stúdíó hérna. Þú hendur honum í kælu. Ég er að fylgja með frendin býr til bíl, hvað vilt það ég gera hérna? Ég var að spája að henda þér í hraðaspurningar, Kitty. Já. Við erum með smá hraðaspurningar á Casio-in. Hvað er hlungur sem er með þér hérna áðan? Dóri Gylfa, hann kom fram. Já, en að taka við að sveppa og kynna teiknimyndunar á mótana. Nei, hann bara fór fram að segja sér kaffi. Hann er búinn að fyrir hraðaspurningar, það er nú að koma að þér. Já, hvað er hraðaspurningar? Ok, hvað er hann ekki svona menningar leikari eitthvað? Akkur er hann ekki bara, veist, í vitali í menningarblæði, hérna, veist, moddans? Það er TMN. Ég veit það ekki. Hann er bara hefðast í gestastjórnan, búinn að standa sér vel. Ertu tilbúin, Casio? Já, ég er að flytta mér, átt í vöruna. Já, ég skal ekki fara í vöruna eftir. Ok, ég er að flytta mér, frendin býður. Þá byrjum við hér. Kitty Casio, besta bíómynd allra tíma. Harmageddon. Ok, uppáhaldsnafni. Tópas. Skot. Tópas Skot, ok. Besta lið í ensku. Ensku hverju? Ensku knattspyrnunni. Já, bara Barcelona, er ekki Messi í Barcelona? Eða er henni í Liverpool? Ég veit ekki, ég horfa ekki að fótbolta. Nei, ok, upp á hljómsveit. Á móti Sól. Er það upp á hljómsveitin? Ekki spurning. Hefur þið lett í slagsmálum, Casio? Leð mér hugsa, nei, aldrei. Jú, hverja helgi? Besti skyndibitinn? Það er Olsen borgarar í Keflavík. Þá fara ég og Tanja Líf reglulega í þingunni. Ég bara leggja maður það. Tanja Líf sem er 19 ára gerastæðin? Ekki dæma. Hvað kveikir í þér? Silikon. Hvaða dýr finnst þér mest sexy? Dýr? Veitu hvað heldur að ég sé? Þú veist, eru við í húsdýragarðinu? Hvað er í gangi? Ok, bara, þú veist, refur, ég veit ekki, minkapels. Já, besti drykkur. Bríser. Hvað er það spurninga bríser að sjálfsögðu? Hver fallegasta kona í heimi? Birgitta Haugdal. En byrju, hún er íslensk, en hvað segir Tanja? Hún er íslensk, já. Já, hvað segir Tanja Líf við þið ofta að segja menn einhverja svona... Já, ok, Tanja Líf þá.
Tanja-Líf, ok, konu yfir 20, Birgitta Haugdal, konu undir 20, Tanja-Líf. Ok, í hverju sefuru? Engum. Já, nú. Engu, stundum gestreng. Bara kallinn kommando? Jepp. Jepp, ok, finnst þið gaman í sleik? Já. Ok. Og hver Hefur þið séð Tanja-Líf? Það myndir ekki þeirra að spyrja mig. Fljótur, ég að fara hérna. Já, herru, uppáhaldsleikari. Adam Sandler. Ég má ekki vera að þessu, þetta að volna þetta tjúfisins drastlina. Já, ok, herru. Kennir í samstarfi við gamla kaupfélagið á Akranesi. Stuðlagaball í fyrsta skipti á Skaganum. Sérstakir gestir eru Heiðar Austmann og Rikki G. Taktu laugardagskvöldið 14. september frá Are you ready, Akraness? Nýtt í bíó, Malavita. Sick of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostin. Malavita. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Thule og gamli gaukurinn kynna. Bræðingurinn 2013. Ultra Mega Technobandi Stefán og Blood Group á gamla gauknum föstudaginn 13. Sannkölluð veisla. Gamli gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Við förum saman. Fríhafnardagar í snyrtivörudeildum Hagkaups. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Mánudaginn 16. september GTA 5 kvöldopnun í Elko Lindum. Rjúkandi heitar Domino's pizzur, svalandi Egils Orka og Mountain Dew í boði. Húsið opnar klukkan 19 og sala á leiknum hefst klukkan 22. Ekki missa af stærsta leik ársins í Elko. Elko, einfallega lægra verð. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sweet Chili Teriyaki. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Páll Óskar í fyrsta sinn á Spot. Laugardaginn 14. september. Spottaðum í Kópavoginum með Bakkardi í hönd. Laugardaginn 14. september. Nova og Carlsberg kynna. Oktoberfest SHI. 3 daga tónlistaveisla. 12. til 14. september. Miðasala hafin á miði.is. Handhafar Bláa kortsins fá 15% afslátt af miðanum. Við lærum af þér. G2. Tabata. Sporthúsið. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players. Búðakór Kópavogi. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Stöð 2 kynnir með stolti. Þetta verður eitthvað. Glæsilegustu vetrardagskráp á upphafi. Ég bara rosalega hamingjursöm og gengur rosalega vel. Komið sæluflessuð. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við ljónum góðum íslenskum vetri. Ísland Got Talent. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn. Verð í sterkara sambandi. Verð í sterkara sambandi með símanum. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Kitti Casio farin aftur, búinn að taka brísarinn með sér. Og hingað aftur kominn Halldór Gylfason, eða Dóri Gylfa eins og nenn og oftast kallaður. Ég ætlaði nú bara að spyrja þig núna, Dóri. Nú ertu búinn að vera með mér í 1,5 tíma. Við höfum ekkert rætt hvað sé að frétta af þér, persónulega. Nei, það er nú bara auka atrið. Já, en hvað er kallinn að gera þessa dagana? Ég er bara alltaf að gera það sama. Ég er að leika í leikritum. Já.
lífsviðveri, svona alla jafna. Fastráðinn? Já, ég fastráðinn leikari við Borgarleikhúsið í Reykjavík og búin að vinna þar nokkuð mörg ár og það er alltaf gaman. Já, það ekki alltaf stemning. Jú. Verður þreyttur á að leika í einhverju leikritum eða þú ert búin að gera, eins og sum leikrit sýnst svo rosalótt fara einhvern veginn leið á sjálfu verkinu, dettur það inn? Ef að kannski, ef að sýningin þannig að ég ekkert að fíla hana neitt alveg í ræmu, sko. Já. Þá kannski svona, þetta ekkert. En alltaf svona smá adrenalín þegar maður er komið á sviðinu. Jú, ég reynda að maður komið á svið, þá er þetta alltaf gaman. En ég er bara búin að verða heppinn undanfarn ár að ég eiginlega hef fílað alla sýningar þess að ég leikið í. Finnst það allar skemmtilega og sammála uppfærslunum og finnst það bara mjög gaman, já. Já, þú ert nú í risasýningu núna. Já, núna er ég að leika í Mary Poppins og þú spyrir hvort maður fái leið á þessu eitthvað. Ég er búin að leika þetta núna eitthvað 50-60 sinnum. Já, það er alltaf uppselt. Alltaf uppselt, það er engin lát af vinsaldunum og þetta er alltaf gaman því að fólk er gjörsamlega í skýjunum með þessu sýningu. Já. Og það er bara, gefur mann svo mikið og þetta er bara skemmtileg sýning. Þetta er bara... Út með stórt hlutverk þar. Já, og svo bara falleg, ógeðslega vel gerð, ógeðslega flott uppsett og svo erum bara að fallegt pointin líka. Þetta er ekki bara bladra, sko. Þetta er svona áriðandi saga og skilaboð í þessu verki líka, sko. Já. Mjög gaman, sko. Já, en ertu að fara að sjá einhverju fleiri sjónvarpsþáttum eða einhverju slíku? Nei, jú, fyrirgefðu, hvað er að mér? Ég var að leika núna daginn og er ennþá í tökum fyrir þætti sem er á RÚV í vetur sem heita Orðbragð. Ok. Sem Bragi Valdimar má ég tala RÚV á þessari stöðu? Já, hér má allt í FM 95 blöð. Hvað heldur þú? Þetta er þáttur á RÚV. Og tala tippið þú vilt. Það er allt leifilegt, maður. Það er ekki mikið að tala það, sko. Herðu, nei, Já, hvað segirðu? Jú, reynda mjög mikið, herðu, nei. Hvað var að tala? Já, þættir á RÚV. Orðbragð þarna. Það er sko, já, þetta þættur íslenskt mál. Settir upp mjög svona skemmtilegan máta. Svona fyndnir og sneiðir og svona áhugaverðir þættur íslenska tungu sem að Bragi Valdimar Skúlason Baggalútur er búin að skrifa á ásamt Brynju Þorgers. Þau eru að sjá þetta saman. Ok. Og það eru svona sketsar í því sem ég er búin að vera að leiki. Sem þú ert að leiki? Já, það er bara þannig að það er nóg að gera hjá Dóranum. Já. Alltaf eitthvað að vera með. Já, menn ég ætla að spyrja hérna svona, fyrst við erum að ræða Dóran, ertu með 5 hluti sem að hlustendur vissi ekki þig? Já, þú hefði sagði mér að undirbúa mig. Já, ég sagði þér að koma með eitthvað 5 því að sko við erum að renna út á tíma, við erum bara til 5:30 í dag. Ok. Þannig ég ætla bara að renna yfir þetta hérna. Já. Eitt sem að kom mér svolítið óvart bara núna í vikunni. Ég er lítill. Ég er eitthvað stór. Er það eitthvað sem ég hélt sjálfur að ég verið stærri. Ég er 1,76. Það er samt allt í lagi. Ég hélt ég verið 1,80. Þannig að ég er frekar lítill. Ok. Og heldur að þessi stærri. Já, og þú erum með hár út í lofti líka. Já, með þykkt og mikið hár út í lofti, sko. En ég er bara 1,76, sko. 1,76. Ég er enda vissi það ekki þig, þannig að það er strax góða punktur. Já, fleira, já, ég hef keppt í alveg ótrúlega mörgum íþróttum. Stundar margar íþróttir? Fótbolta, handbolta hefur gutti náttúrulega, margir. Og svo keppti ég í sundi, hesta íþróttum og frjálsum íþróttum. Ok. Í hverju varstu bestur af þessum? Ég var í marki fótbolta, var bara ágættur held ég. Já. Svo var ég í handbolta í hotninu ágættur líka held ég. Já, ég held ég var haft svona mestu hæfileikan í markinu. En ég var ekki nóg stór. Nei, 1,76. Já, það er lítið fyrir markmann. Svo var ég út á landi þegar ég var í nokkuð sumur, sko. Bróðum mér býr á Snæfellsnesi. Og þar fór ég að æfa sund og þar fór ég á frjálsíþróttaæfingar og svona eitthvað. Og svo ég er svona alveg upp í svona hestamennsku. Og ég keppti í hestaíþróttum líka þegar ég var. Ok. Það var gutti, úlengur, sko. Ok. Þannig eru konni 2 hlutir. Eitt enn sem ég hef reynda keppti líka, já. Það er einn af keppnisíþróttunum sem ég keppti og eitt sem ég stunda enn. Já. Ég spila bridge. Já, ok, eins og pabbi. Pabbi er rosalega bridgeari, sko. Ég finnst það alveg hrikalega gaman. Já, það segið allir sem hafa lært bridge og það er eiginlega ótrúlegt því ég hef aldrei lært það því að pabbið minn er forfallinn, sko. Þú ert svona að spila kall. Já, elska að spila. Og reyndar er þannig, þú byrjar að spila bridge og lærið það og svona að fara að þróa það með þér. Þá eiginlega hættur að spila allt annað. Það er búið að segja nákvæmlega þetta við mig, sko. En hérna, ég veist þetta er ógeðslega gaman í borðspilum, sko, og allt það, sko. Já, Alias og svona og Pictionary. Það er mikið spilað í minni fjölskyldu. Scrabble
finnst mér alveg frábært, það svona eiginlega uppáhaldsspil mitt líka. Já. Ég spilaði bridge og keppti það úlingur og alveg upp, það var mikið spilaði bridge á æsku heimili, sko. Ok. Og hérna, ég spilaði alveg aðalega bara á netinu, sko. Þú ert ekkert að keppa á þriðjudögum og svona? Nei, ég er búinn að fór í fyrra vetur einu sinni með einu sinni þekki, Hjálmari Hjálmarsinni, hann dróð mig í svona spilaklúbb, rosalega gaman. Svo bróðir minn, hann hérna hefur dreigið mig stundum með mér í svona spilaklúbb, spila. Ok. Fleira, ég er Dallas-frík. Nei. Dallas var bestu sjónvarpsþættir sem verið framleitt. Í alvöru? Þú ert ekki að fíflast? Nei. Og ertu að horfa á nýju seríuna líka? Já, hún er náttúrulega ekki, sko. Ég verð að játa það. Já. En ég er svona aðeins að fylgjast með henni, en það... Þú búinn að sjá alla hérna þættina? Ég horfði á þetta alltaf, já. Bara, og þegar síðasti Dallas-áttur var þá svona... Já, þegar hann var búinn þá svona... Fannst mér vant eitthvað í líf mitt. Það er ekki Dallas-áttur. Ok. Þetta er mjög grilla. Hvað er komið mikið? Þú ert komið 4, það er bara 5. hluturinn sem við vissum ekki Dóra Gylfa. Ég kann ekki og get ekki lært á tölvur. Já, ok. Það ég svolítið sammálaðir þar. Ég er bara rosalega erfitt. Ég get skoðað tölvupóstu minn. Já. Stundi get ekki einu svona sent tölvupóst. Já, ok. Ég get farið á netið og séð skilur svona, veist. Ég get spilað bridge á netinu og það er að kenna mig það. Og hérna, farið á mokkan og... Hefur þú reynt að læra á tölvur? Já. Og það bara klikkar alltaf, ég kannski gerði eitthvað við mig, að bara þegar ég byrja að pikka á tölvuna og gera eitthvað, þá frýst tölvan oft og svo verður ég óþólumóður og tölvur og ég eigi ekki saman, það er kannski bara meira það, sko. Ok, þarna voru 5 hlutir sem við vissum ekki Dóra Gylfa. Nú er klukkan hins vegar að verða 5:30, þetta er búin að fljóta að líða. Við erum búin að vera hérna saman í 1,5 tíma, þú ert að brunna upp í leikhús. Já, ég er að fara að leika aftur. Ég þarf að brunna í Hörpuna, þar er haustfagnar eða haustkynningsstöða 2. Ég er að fara að leika og þú ert að fara að leika þér. Já, ég er samt að fara í beina útsendingu á Loga. Nú er ég að brunna, ég er að fara í smink og eitthvað. Þannig að við þurfum að hætta fyrr í dag, eins og áður hefur komið fram. Ég vil þakka kærlega fyrir hlustunina og Dóri, takk æðislega fyrir að koma hérna og leysa af. Takk fyrir mig, þetta er mjög skemmt. Fórst á kostum, virkilega gaman að hafa þig hér. En ég vil minna á ball á morgun sem er í gamla kaupfélaginu. Ég var sérstaklega beðin að minna á þetta og já, ég trúi ekki að fara að gera þetta en ég ætla að henda hérna í einn trailer. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Þessi lúð er að spila á Akranesi annað kvöld, gamla kaupfélagið, tjekkiði á þessu, Heiðar Austmann og Rikki G með honum. Dóri, aftur takk kærlega fyrir mig í dag. Takk sömuleiðis. Heyrumst á mánudaginn, kæru hlustendur, endum þetta á Stuðlaginu og það er Sverri Bergmann og DJ Muscle Boy. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintballmót ársins er hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintballmóti ársins. Verður þú paintballmeistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909 Black Death BR kynnir Tattoo Expo 2013 á Hótel Sögu 13. til 15. september. Yfir 50 artistar, tattoo, tónlist og freak show. Miðar seldir á staðnum.
Mini-pítur, frábærar í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Spænskur saltfiskréttur. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grávói. Ahmed, since you're clearly a terrorist, are you Muslim? No. Scientologist. Nú styttist í Jeff Dunham 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Thule, Náman og Sena. Við elskum grín. Við á Glow höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Play-X. Play-X, búðakór Kópavogi. FM 95 blö á FM 957. 2 harðir í FM 95 blö. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited. Frá heitustu höfuborg í heimi. Dun í hæsta gæðaflokki. FM. Þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Thule og gamli gaukurinn Kynna. Bræðingurinn 2013. Ultra Mega Teknobandi Stefán og Blood Group á gamla gauknum föstudaginn 13. Sannkölluð veisla. Gamli gaukurinn, eitthvað fyrir alla. American Style og Vodafone Kynna. Aulinn ég 2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gulu karlarnir eru mættir aftur. Helmingi fyndnari en síðan. Aulinn ég 2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Sýnd í bíó land allt. Oktoberfest hefst á 50-daginn. Tryggðu miða á þessa 3 daga veislu á miði.is. Handhafar bláa kortins fá 15% afslátt þegar greitt með bláa kortinu. Carlsberg, Nova og SHI. Við lærum af þér. G2. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld eins og 12 og 1 í boði Red Square. Home, Austurstræti 12. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM 957. Rikki G tekin við á þessum föstudegi og við ætlum að vera saman til 8 í kvöld eða fram að betri blöndunni.